Já, Óskar, 3-2 tapinni gegn Víkingum. Það hlýtur að vera svekkjandi niðurstaða. Já, svona ljóslegast hvernig þessi leikur spilaðist þá þetta svekkjandi að tapa en þú veist að á samaskapi að þá stend ég hérna á móti þér og hugsa til þess að leiks og horfa á liðið mitt og þetta bara feikilega stoltur af drengjunum. Við komum hérna á sennilega erfiðasta útivöll á Íslandi og mér fannst við stjórna leiknum frá fyrstu mínútu til þeirra síðustu og gerðum þeim virkilega erfitt fyrir þegar þeir voru með boltann og fundum fína lausnin þegar þeir reyndu að stíga á okkur. Svo fannst mér bara að það eini sem vantaði var örlítið meiri nákvæmni á síðasta þriðjung. Það var svona síðasta sendingin, maður voru kannski aðeins að flýta sér mikið og þannig að það er eitthvað sem við þurfum að vinna í en ég er mjög stoltur af þessari frammistöðu og finnst hún virkilega þess eðlis að sé hægt að byggja á henni. Svaraði viðtalið fyrir leik að þú ætlar að láta KR-liðið hundelta Víkingana. Þið gerðu það svo sannarlega allavega. Já, við gerum það og það er svo sem bara, þú veist, það er svo sem engin, ég er ekki bara að ljóstra upp neinum fyrir leikinu, það er bara þannig sem við nálgumst þessa leiki, þú veist, mín tilfinningur svo að orka KR-liðsins sóknarlega stjórnist á orkunni varnarlega. Þú veist, ef við erum duglegir, ef við erum grimmir í návum, ef við erum grimmir þegar við töpum boltanum sem við vorum á stóru hluti í leiknum að þá skilar það sér í skarpari sóknarleik að þessu sinni kannski ekki nema upp að vítateignu hjá þeim þar sem að við fengum ótal möguleika til að skapa meira og svo var það einhvern veginn bara þú veist að menn urðu við veit ekki hvað hann stressaður eða flýttu sér mikið eða hvort við samblanda af einhverju en þá náum við ekki að fá nógu mikið út úr hversu oft við komumst upp að teiknu þeirra og þannig að það veit heilt yfir þú veist auðvitað horfum maður á það að við erum með 13 stig og allt það og 10 stigum eftir Víking og þú veist það er hægt að horfa á þannig og þú veist að við hefum legið hérna í vörn og unnið innan sigur 1-0 þú veist þá varum við í betri stöðu en það væri bara eiginlega ekki til þess að byggja ofan á þú veist þegar þú veitir svona verkefni þá líður mér eins og þú getur ekkert leyft þér að reyna eitthvað að stytta í leið að markmiðinu sem er að búa til lið sem að stendur í öllum liðum stöðugt alltaf og er betri í því sem við erum að gera þetta og við erum í dag og það er eiginlega ekki, það er ekki að stytta sér leið þú verður bara að mæta í alla leiki með sama hætti þú getur ekki verið að laga liðið þitt að því hvernig andstæðingarnir þú veist stilla upp eða reyna að stoppa ykkur hjá andstæðingunum þú verður bara að spila þinn leik og ef þú ert opinn þá verður við bara að verjast betur ofar á vellinu þú veist þannig að þú veist auðvitað vissum við það þú veist Valdimar Þór Ingimundsson svona góður þegar hann fær svæði þú veist auðvitað vissum við að hann væri hættulegur en þú veist við getum ekki farið að sníða leik okkar að því að stoppa Valdimar Þór Ingimundsson þú veist það virkar ekki fyrir okkur þú veist við þurfum að vera sterkari það og hugrakari það og þannig að ég bara segi það við getum svo sannarlega byggt á þessu leik þú veist við grátum 3 stig í kvöld að við fengum ekki út úr þessu leik en síðan bara vöknum við Brosovör á morgun og mér fannst menn koma mjög ferskir eftir frí kærkomið og þannig að við mætum með Brosovör í næsta leik undirbúa okkur fyrir valsleikin eftir viku. Talar KR-liðið sem verkefni, hvar myndirðu segja að liðið væri statt í verkefninu? Ég veit ekki maður, það er erfitt að staðsetja það og kannski er erfitt að setja svona þú veist, ég veit ekki, það er erfitt að setja þig á stoppustöð núna hvar við erum nákvæmlega þú veist, það sem ég veit er að við erum orðnir töluvert betri heldur en við vorum í byrjunmóts í því að stíga upp á andstæðingana við erum tölvöld betri í því að standa í línu hárri línu við erum betri í því að leysa pressur andstæðingana en svo er alltaf bara spurningum svo er þetta spurningum stöðuleika þú veist náum við að halda stöðuleika yfir 90 mínútur þú veist við erum klárlega ekki betri í því að verjast risastóru liðum sem eru stærri en við í föstu leikatriðum það er alveg ljóst og við erum ekki orðnir
nógu góðir í því að nýta okkur alla þær stöður sem við fáum á síðasta þriðjungi, þó að við séum með kannski flest skot í deildinni og hæsta XG og allt þetta, þá eigum við samt mikið inni þar. Þannig að ég meta bara að við séum komnir eitthvað áleiðis, svona leikur eins og í dag á móti Víking á útivelli, á móti erfiðum útivelli, og að þá einhvern veginn gefur mann trúna, við erum að nálgast þessi lið, við erum ekki komin þangað, vegna þess að við höfum ekki sama stöðuleik og þau, en við verðum að gera það á okkar forsendum, eða kannski mínum forsendum, en það er orðan okkar forsendur í dag, og þannig að við vöknum bara morgun, keyrum okkur í gang fyrir Val og mætum þeim á sama átt. Kemur upp atvik í leiknum, Karl Friðlur bara ver boltan sem á leiðinni í netið og fær dæmt á sig víti og guldspjald. Fannst þér að það er bara svolítið þann dóm, fannst þér hann verðskulda rauða spjaldið þar? Ég náttúrulega, ef ég horfa á þetta bara út frá þess að maður er vanur, þá er það bara leikmaður sem ver bolta með hendi inn í vítateig, færi yfirleitt rauð spjald. Ég átta mig ekki á tölfræðinni, en ég myndi halda að hann væri kannski eftir þennan leik 99,93% þeir sem fá boltan í hendina og að verja markið sitt, fá rautt spjald. Þeirra skýring á svo að Ingvar hafi verið fyrir aftan og hefði getað varið boltan. Ég hef ekki séð þetta, ætla ekki að fara að skoða þetta fyrir einhvern tímann kannski á morgun. Þetta hjálpa mér ekkert, ég verð bara að trúa þeim að þeir viti hvað þeir eru að gera. Þeir hafi hitt á rétta ákvörðun því að hún var stór. Þetta breyst leikurinn ef að staðan er 1-1 og við erum fleiri. En ég get ekki verið að taka það á kottan eða eitthvað óréttlæti eða ég tek það á kottan frábær frammistaði hjá mínum mönnum. Við erum ennþá margir af þessum leikmenn sem spila í þessu lið eru leikmenn sem hafa kannski ekki hoknera reynslu í þessari deild. Þeir eru ennþá að venjast í að þurfa að mæta þessum liðum vikulega eða þeir geta að fresti. Og þannig að ég ætla bara að taka það með mér á kottan að við höfum tekið skref í dag sem að verða okkur dýrmætt í framhaldi. Talar áðan bara upp að viðtals að þið voru að stýra leiknum 90 mínútur. Bjóstu við Víkingum sterkari? Já, ég bjóst ekkert kannski við þeim. Ég bjóst við að þeir gætu lent í vandræðum ef það þarf að stíga upp á okkur. Vegna þess að liðið þeirra er bara þannig samansett í dag. En ég bjóst svona við kannski að þeir myndu reyna að spila meira og reyna að hafa meira stjórn á boltanum. Þeir töluðu fyrir leikinn, þeir vildi ekki kaotískan leik og eina leiðin til að forðast kaotískan leik eru tvær leiðir, það er að leggjast í lágblokk og bara múra fyrir, sem ég fannst ekkert endilega að gera. Þeir stóðu svona miðlungshátt á vellinum, eða þá að reyna að halda í boltan og mér fannst þeir eiginlega að gera hvorugt. Þannig að ég bjóst ekkert við þeim sterkar. Ég bara ætla að segja, það spilar ekki betur en andstæðingur Leifur og mér fannst við bara að vera hrikalega flottir í dag. Þannig að ég ætla ekkert að fara að dæma vítisveiði, þeir eru eftir í deildinni, þeir eru segir og finna leiðir til að vinna leiki. Þeir eru með mikil einstaklingsgæði og mikla reynslu og þannig að og þess vegna kannski er maður fúll yfir því að tapa. Við erum allir keppnismenn sem eru í íþróttum. Það er þolir ekkert maður þolir illa að tapa leikjum en maður hefur lært það núna í þessum verkefnum sem hafa tekið sér fyrir hendur, sem það er Grótta, Breiðablik eða Haugasund eða KR, að stundum eru töp þess eðlis að þú verður bara að sætta þig við þessum hluta af ferlinu. Við fórum í það að yngja liðið fyrir þetta tímabil, það hefur tekist. Við fórum í það að spila fleiri uppöldu KR-ingum, enduðu 7 uppöldu KR-ingar inn á vellinum í leikslok. Við fórum í það að reyna að spila skemmtilega fótbolta sem fólk hefur gaman að horfa á. Það eru þetta engin dómar í einsök, en ég held að við séum svona nokkurn veginn búin að ná því markmiði. Og auðvitað, það er ekkert öllum markmiðunum bara á einni nóttu. Auðvitað viljum við vera ennþá þéttari varnarlega, verðum ennþá betri að dekka inn í teig, ennþá betri í því að standa háu línuna og vita hvernig við höfum að falla og hvernig við höfum að stíga upp og allt þetta. En við erum bara komnir langt
en samt svo stutt, skilur mig, það, af því að það er stöðuleikin í frammistöðunum sem að segir eiginlega til hversu langt þú ert komið, þannig að það er svo erfitt að meta þetta núna. Við verðum eiginlega að tala saman í haust og þá skal ég segja þér hversu langt við höfum komist á þessu tímabili, hversu mikið við getum mögulega bætt okkur, hvar við getum bætt okkur og hvernig. Kannski bara stutt, hvað heldur að þakið þá á þessu verkefni sé? Ég veit það ekki maður, það veltur á hversu mikinn drifkraft ég hef, það veltur á því hversu mikinn drifkraft leikmennir hafa, það veltur á því hversu vel okkur gengur að finna púslin sem að vantar, það veltur líka á því hversu hratt ungu mennir í hópnum þroskast og svo veltur það á því að við náum tökum á öllum þessum meiðslum sem hafa dunið á vegna þess að fyrir svona verkefni er raunverulega ekki dýrmætara stöðuleiki og það er eitthvað sem að maður er svona sektur yfir það sem hafi tímabili undanskilur kannski á einstaka leikjum þá er það að við höfum ekki haft neitt stöðuleika í liðsvalinu og það sem við erum að gera er svona er töluvert betra þegar hún er takti og eini leiðin til að ná takti er að þú getur stilt svona cirka bát sama liðinu í hverjum leik í allavega nokkra leikiröð. Og það styttist í það að þetta takja okkur hlé hjálpaði okkur allavega? Já, það hjálpaði okkur, það er alveg ljóst að við höfum spilað 3 leiki þessu lið þá að það verið 3 leikjum, þá var Júlíus, Lúk og Biggi mista af 3 leikjum meira og alls þetta Rafn og Siggi Bryggi. Þú veist að það styttist í Júla, aðeins lengra í Lúk og Bigga og Sigur Bregga en aðrir eru komnir tilbaka þannig að nú þurfum við líka bara að halda okkur heilum og svo passa upp á að við séum ekki með svona marga meiðslistum. Það er ekki nógu gott. Ná, rétt í lokin, það var eitthvað búningafíaskó fyrir leik, veistu hvað átti sér stað þar eða? Já, við mættum með fjólubláu búningan okkar í einfeldin okkar héldum við að það myndi sleppa, það var búningarnir að það myndi sleppa með þessum svarta búning sem Víkingur í með þessum örmjóu rauður öndum. Dómararnir samþykktu það ekki og þess vegna þurftum við að fara til Kára og sækja hvítu búningarna sem við spilum í vetrarleikjum en ekkert mál, það reddast. Takk hérlega, Óskar. Takk.